Þá komið að nóvemberleiðsögn fyrir vatnsbera. Þetta er almennur lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla. Og þá bara takið til sín sem eigi. Til gamans þá getur verið gott að kíkja á önnur merki úr stjörnukortinu sínu. Það ber sérstaklega nefna eins og tunglmerki manns eða rísandamerki manns. Þau eru svona svolítið áhrifamikil oft á tíðum. Fyrst skulum við athuga hvaða vatnsbera ég er að tala við. Kæri vatnsberi, þú ert búin að vera, það fyrsta sem kemur er að þú ert með góðan stuðning í kringu þig, svona búin að vera í einhverju verkefni eða í einhvers konar vinnu þar sem þú hefur haft góða samstarfsfélaga eða vinnufélaga, búin að vera í svona mjög, hvort sem þetta er bókstaflega vinna eða eitthvað annars konar verkefni, þá er rosalega gott samferða fólk með þér. En hins vegar þá er þessu verkefni að ljúka, það eru kaflaskil, en hins vegar þá er það nú ekkert til þess að óttast að þegar þú ert að fara í þessi kaflaskil með ofboðslega reynslu og þekking á baki og þú ert búin að læra ofboðslega mikið á þeim stað sem þú hefur verið á í þessu verkefni eða vinnustað eða hvað nú. Og þú ert einhvern veginn að halda áfram, að sigla áfram inn í næsta kafla. Og þetta er svona pínu, pínu ögrun í þessu að því að þú náttúrulega í fyrsta lagi ert að kveðja eitthvað vinnustaði eða eitthvað verkefni eða eitthvað sem er búið að vera þér með gott og ganga vel. Sérstaklega ljós þess að þú ert búin að vera með gott samferðafólk með þér í þessu verkefni. Þannig að það er alveg ögrun að ætla að skipta um. En hins vegar þá fylgir þessu samt svo mikil vöxtur, mikil gleði og þú ert mjög sterkt í þessari ákvörðun sem þú ert búið að taka því að þannig ert þú svolítið mikið að eltast við einhvern draum eða eitthvað nýjung. Þú ert að breyta svolítið til og það er náttúrulega mjög freistandi og svona skemmtilegt og svona ævintýra. Mér finnst þú vera svona gírað upp í að leggja stað í ævintýr. Það er svolítið tilfinningin og það er alveg svona pínu skeri að þú veist ekki alveg hvað er framundan og þú ert að fara, þú skilur mjög gott að baki. En þetta er mjög spennandi og skemmtilegt og tilfinningarna einar eru svona svolítið hátt á lofti með þessu. En þetta er eins og ég segi, það er svona tilfinningarna bak við þetta er að þú sért búin að nesta þig til þess að leggja stað í ævintýri og það er mjög skemmtilegt þó að það sé pínu skeri. Þannig að þetta er fróðlegt, þetta er áhugavert. Nú skulum athuga hérna aðeins varðandi þá eitt spil fyrir fortíð. Og í fortíðinni þá ertu búin að fara, þú ert búin að hafa alveg svolítið vel fyrir því að vera komin á þann stað sem þú ert núna og búin að vera á. Og í rauninu á þennan stað sem þú ert þá að yfirgefa núna. Og þú varst ekki alltaf með þessa samfylgd, þú varst ekki alltaf með þetta traust og þennan stuðning sem þú ert komið með núna. Þannig að þú ert í rauninni búið að byggja upp svona þessa samheldni sem búið að fylgja því sem þú ert að kveðja þá núna. Þannig að það er ekki skrítið að þér finnist alveg svolítið erfitt að kveðja þetta. Og það er það sem kemur hér að í dag núna þegar þetta er að raungerast að þú ert að finna að í alvörunni þá ertu að fara frá ykkur sem þú ert búið að eða tíma og vinnu í það að byggja upp. Þú veist eitthvað sem þér hefur liðið mjög vel í og liðið vel með og þannig að núna er komin einhvern efi í þig af hverju ertu þá að fara. En þá kemur svolítið áminning það að sko ef þú heldur áfram að vera þar sem þú ert þá er hægt við þú staðnir og það kannski er bara þínu verki á þeim stað sem er búið að vera á lokið
bæði þá kominn tími til þess að þú stígur til hliðar og hleypir einhverju öðrum að og á sama tíma að þú stígur til hliðar, haldir áfram með næsta út í eitthvað annað til þess að þú getur haldið áfram að vaxa og þroskast. Og þetta eins og ég segi, þetta alveg talsverð ögrun og mér finnst vera mikil ögrun í því fyrir þig að sérstaklega að kveðja svolítið þetta samferða fólk sem búið að vera með þér í þessu verkefni eða í þessari vinnu eða í þessum kafla sem þú ert að kveðja. Og nú sérstaklega þegar að sko þegar það komi að kveðju stundum og kveðju fögnuði og fólk færi að hampa þér svolítið ekstra mikið og taka utan þig og sýna söknuð og svona, þá það ekstra erfitt. Þú veist, þegar að ástin og kærleikurinn svona rosalega mikil, þá svo erfitt alltaf að segja bless. Og það það sem ég finnst vera svona að angra þig og mun sennilegast angra þig svolítið núna næsta mánuði, næsta misserið. En þá áminningun það bara að þú ert ekki það einhver lokið. Þó þú sért að stíga til hliðar að stíga í einhvern annan kafla þetta fer ekkert. Þetta ennþá til staðar þó að þú sért ekki endilega á staðnum, má segja. Og þú ert að þessu fyrir þig. Þú ert að stíga inn í kaflaskil fyrir þig af því að þú ert í þörf fyrir það að halda áfram að vaxa og dafna og þroskast. Því að þú átt ennþá heillangt ferðalag framundan fyrir þig í þínu starfi, í þínu þroska. Og til þess að eiga færi á að vaxa, þá þarftu náttúrulega líka að breyta til. Og eins og ég sagði áðan, það hætt við ef þú heldur bara áfram að vera í þessum fallega, notalega, þægilega stað sem þú ert búið að vera í, að þá hætt við staðnir. Og þá ferðu að skila í rauninni verri ánangri á þér fyrir vikið. Framundan þá svona heldur þessi ögrun aðeins áfram og sérstaklega þessi efi hvort þú sért nú að gera rétt og hvort það sé eitthvað vit í þessari ákvörðun hjá þér. Og þú munt alveg finna líka, þú veist, að það verða einhverjir raddir í kringu þig sem að finnst algjör óþarfi að þú sért nokkuð að breyta til. Það alltaf einhverju svoleiðis. Hvort þetta sé ekki bara bölvu vitleysa í þér alltaf frá að breyta einhverju svona til. En engu síður, þá ertu líka með ofboðslega góðan og traustan stuðning með þér í þessu. Og það raddina sem þú þarft að vera svolítið vakandi fyrir og hlusta eftir. Og hækkaðu frekar í þeim röddum og lækkaðu bara í hinu útvarpinu. Taktu skýrar til þín þá sem að styðja þig í þessari breytingu, heldur þá sem vilja draga úr. Fáum hérna smá auka ensím. Og það svolítið bara verið að staðfesta hérna að þessi staða sem þú ert búið að vera í og kveðja. Eins og ég sagði áðan, þetta eitthvað sem þú ert búið að hafa fyrir að byggja upp. Og þeir líður og hefur liðið núna í talsverðum tíma mjög vel á þessum stað. Þetta mjög kósí og huggulegt, en það náttúrulega líka
það getur oft orðið varasamt af því að ef það fer of vel okkur, þá hættur okkur til að stana og við getum orðið pínu löt og þá hættum við að eltast við að gera betur, þá hættum við að eltast við að þroskast. Það er þess vegna sem að þú þarft svolítið að hreyfa við þér núna, svo þetta verður ekki of þægilegt. Það er ekkert spennandi ef hlutirnir eru bara of þægilegir. En aftur á móti þá er núna að koma upp þessi efi og þessi kvíði, hvort þú sért að gera rétt eða hvort þetta sé bölvuð vitleysa og allt í einu fer alltaf hringsnúast sko. Þú veist, áttu að vera þá, þú veist, fyrst þú ert að fara af þessum stað yfir á annan, af hverju ertu þá að velja þennan seinni stað? Hvað annað meira sem fara að þvælast eitthvað fyrir, kannski svoleiðis. Og það er ekkert óeðlilegt að komi fyrir kvíði í kringum þetta. En það er aðalega þá bara að láta ekki kvíðan keyra sig í að setjast bara aftur í þægindaramma sinn og bara vera þar. Það er ekki að leyfa kvíðanum að halda aftur af sér, sko. Já. Og þetta er alveg áskorun, þetta er breyting og þetta er stór breyting. En þú hefur alveg öll verkfæri sem þú þarft til að takast á við þessa áskorun og eins og ég sagði líka, veist, það fer ekkert, það verður alveg boðið fyrir þig að stíga þá skref aftur á bak ef þú endilega vilt. Og það er alltaf svona þegar maður breytir til fyrir eitthvað nýtt og þá er alltaf þetta tímabil þar sem mann langar alltaf bara pínu til þess að fara aftur tilbaka í það sem maður þekkir. Og það er alveg allt í lagi að hafa það sem svona smá öryggisnet til að hugga sig á erfiðu dögunum, sko. Og þú verður, eins og ég segi, þetta mun alveg gera vart við sig áfram, sko, þessi kvíði og þá sérstaklega alveg og í rauninni fram yfir kaflaskil. Þú sért búið að taka ákvörðun núna og þetta er framundan og bíður þessi breyting og þetta fari að verða raunverulega þeim meira sem nær dregur, sko. Þá kemur alltaf meira og meira kvíði inn, en þá er það bara að komast yfir kaflaskilin sjálf sem skiptir máli. Af því að þegar maður kemur að kaflaskilunum, þá allt í einu er þetta orðið, þú veist, þá er búið að byggjast upp svo mikil spenna og þá virðist þetta stundum vera alveg bara stórhættulegt. Þannig maður þarf bara að komast yfir versta hjallinu, svo má orðið komast, sko. Það er svolítið þar. En ég ætla að fá hérna eitt Lighthorker orgelspil fyrir þig. Ok. Fá bara hérna þetta hér. 4. geisli samvægis. Held ég að þetta myndi þýðast. Þessi 4. geisli kemur til þín núna með einkennandi af fegurð, samvægi og jafnvægis. Hann styrkir þig til þess að fara í gegnum andlega vígslu og allar áskoranir sem þú upplifir núna koma til með að þjóna þínum heilaga tilgangi. Þetta mun á endanum verða bensíni sem þú þarft til þess að verða endurfætt. Allt neikvætt sem kemur til þín mun vera umbreytt yfir í eitthvað jákvætt og erkiengillinn Gabriel hjálpar þér að taka á móti blessunum 4. geisla samvægis núna. Og hér fjallar þetta svolítið að þegar við erum að
fara í gegnum í rauninni kaflaskil og fara í, eins og hér þetta sýnt sem dyr, opnar dyr. Þeir eru að fara í gegnum svona gátt, svona dyr, og við sjáum ekki hvað framundan, þá það ögrandi og það í því áskorun og við verðum hrædd. En þá það þessi orka hér til staðar til þess að hjálpa þér að umbreyta neikvæðu tilfinningunum sem við upplifum. Það að segja óttanum, hræðslunni, viljunum til að stíga tilbaka, neikvæðninni sem við erum alltaf farin að upplifa gagnvart því sem gæti mögulega verið hinum megin við dyrnar. Umbreyta því yfir eitthvað jákvætt og nota það sem bensín til að keyra okkur áfram. Og hljómar oft svolítið svona grimmt eða svona full hörkutólslegt, ekki beint í þessu mildatónu sem við erum oft búin að vera í. En það að nota óþægindin og óttan sem bensín til þess að halda áfram í sinni vinnu, í sinni andlega þroska. Og ofta líta á þetta sem svoleiðis að þeim hræddari sem að maður þeim betra hinum megin við. Þeim meira máli skiptir þetta. Og við megum alveg minna okkur á eins og þegar okkur kvíðir fyrir okkur. Það var ágætis áminning í því að kvíðin áminning að þetta skiptir okkur máli. Þetta okkur mikilvægt. Ef okkur myndi ekki kvíða fyrir því sem við erum að gera, þá væri okkur saman það. Og þá væri þetta eitthvað sem myndi ekki skipta okkur máli. Og þá væri minni tilgangur í því að gera. En að því okkur kvíði fyrir, þá þetta eitthvað sem skiptir máli að við gerum og gerum vel. Þess vegna erum við að því. Þess vegna svo mikilvægt að láta kvíðan ekki halda aftur af sér. Heldur nota hann til að keyra okkur áfram yfir í næsta stað. Nota kvíðan, breyta kvíðanum í spennu. Af því að kvíði heldur aftur okkur en spennan, henni fylgir svo mikil tilhlökkun og það svona drífur okkur áfram. Nú skulum fá hérna eitt íhugunarblóm með þessu. Það kemur hér spilið kímni, húmor. Og það svo mikilvægt að hafa húmorinn með sér þegar við erum að fara í gegnum erfiðleika. Sérstaklega þurfum við að muna eftir að hafa húmor fyrir okkur sjálfum. Mér finnst alltaf mjög skemmtilegt, ég man ekki hvaðan þetta kemur, en einhvern tíma las ég hafðu húmor fyrir sjálfu þér, því þannig veistu að þú elskar þig. Það að segja að þú getur hlegið að sjálfu þér, þá veistu að þig þykir vænt þig. Og sérstaklega að gera hafa húmor fyrir eigin kvíða. Af því að hversu oft höfum við rekið okkur á það og mann kannski búið að kvíða, alveg dauðkvíða fyrir einhverju. Svo var það kannski bara ekkert mál og mann líður hálf kjánalega fyrir að hafa kvíði fyrir því til að byrja með. Þannig að hafðu húmor fyrir sjálfu þér, hafðu húmor fyrir aðstæðunum og hafðu svolítið húmor fyrir kvíðanum þínum, sérstaklega. Þá ætla ég að segja að þessari leiðsögn lokið og ég vona skilaboðin rati sönnurétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og komi að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.